Góðan og blessaðan dag, Jóel heiti ég og í dag er ég með spennandi efni sem ég vil deila með ykkur. Í dag vil við ræða spádóma Biblíunnar og sérstaklega hvað þeir hafa að segja okkar daga í dag. Hvað hefur Biblían að segja endatímana? Þetta er auðvitað gömul spurning, það var margir pælt í því hvað Biblían hefur að segja framtíðina. Meira að segja lærisveinar Jesú Krists höfðu áhuga á því að vita svarið þessari spurningu. Og það er einmitt þar sem ég vil hefja þessa rannsókn. Og ekki bara þessa rannsókn, heldur munum við líta á þetta efni næstu 7 skiptin. Flettið með mér í Biblíum ykkar til 24. kafla Matteusarguðspjalls. Þar koma lærisveinar Krists til hans og spurja hann þessa sígildu spurningu. Þeir spyrja hann í versi 3: Segðu okkur, hvenær verður þetta? Hvernig sjáum við að þú sért að koma og veröldin að líða undir lok? Hver vill ekki vita svarið þessu? Ja, Jesús svaraði. Hann talar ýmiss konar ummerki tíma, það sem við getum leitað eftir. Það fyrsta sem hann nefnir í næsta versi er að gætast þess að enginn blekkji okkur. Margir munu koma og segja ég sé Kristur og munu leiða marga afvega. Hann heldur áfram og talar hernað og ófriðatíðir, stríð, náttúruhamfarir, jarðskjálfta á ýmsum stöðum og að þetta séu upphaf fæðingarhríðanna, þeirra hríða sem leiða að endurkominni. Og hann endar í versi 14 með að segja þrátt fyrir allar þessar hamfarir þá mun fagnaðarerindið ríkið verða predikað alla heimsbyggðina til allra þjóða og þá mun endirinn koma. Svo fagnaðarerindið ríki Guðs mun predikast til allra þjóða og svo mun hann koma aftur. En takið eftir hvað hann segir í næsta versi, í versi 15. Hann segir hér: Þegar þið sjáið viðurstyggð eyðileggingarinnar sem Daníel spámaður talar standa á heilögum stað, lesandinn athugi það. Hvað þýðir það? Hver er þessi viðurstyggð eyðileggingarinnar sem töluð er í Daníels bók, sem Daníel spámaður talar Hann segir að lesandinn þurfa að skilja þetta. Svo til þess að svara þessari spurningu hvað mun gerast í framtíðinni, vil ég endilega að við byrjum með því að líta í Daníels bók og skilja þetta sem Jesús biður okkur að athuga. Hefjum þessa rannsókn í dag með því að líta á spádóm í Daníels bók, spádómana. Hvað er Daníels bók? Daníels bók finnst hér í Gamla testamentinu. Hún fjallar einmitt mann, Daníel, sem var Ísraeliti eða gyðingur. Hann var tekinn frá heimalandinu sínu 600 árum fyrir Krist og hann var hertekinn ásamt fólki sínu og leiddur til borgarinnar Babylóníu sem stýrð var af konunginum Nebúkadnesari. Nebúkadnesar kom með hermenn sína, tók Jerúsalem, tók gyðingana, fór með þá í útlegð til borgarinnar Babylóníu. Og fyrsti kafli bókarinnar fjallar einmitt Daníel og vini hans þegar þeir fyrst mæta í borgina. Svo gerist það að þeir taka menntun og gerast stjórnendur undir leiðslu konungsins og hugsjón hans. Og það gerist svo í kafla 2 að Nebúkadnesar sjálfur fær draum og í þessum draumi sér hann sýn sem hefur einmitt með framtíðina að gera. Og Daníel fær svo þessa sömu sýn og túlkar hana. Hann fær að vita hvað hún þýðir og segir Nebúkadnesari
þýðingu draumsins. Svo ef að við lítum aðeins lengra, fáum svona smá yfirlit á bókinni, þá fær hann, hann Daniel, aðra sýn í kafla 7, þar sem að farið í gegnum mjög svipaða atburðarás, og þar einnig fáum við svar við því hvað gerast skal í framtíðinni, af því sú sýn hefur einnig með framtíðina að gera. Og svo í kafla 8 enn og ein sýn sem einnig hefur með framtíðina að gera. Og svo er bundið enda á þessa sýn í kafla 9. Svo ég vil eyða smá tíma í að við förum í gegnum þessar mismunandi sýnir og sjáum hvað þær hafa að segja framtíðina og sérstaklega okkar tíma sem að búum nú í dag. Ástæðan fyrir því að ég hef valið að fara í gegnum þetta efni einmitt af því að veröldin okkar hefur breyst svo svakalega mikið bara síðastliðnu 5 árum. Við höfum gengið í gegnum svakalegar tíðir. COVID-19 sem við gengum í gegnum 2020 til 2022. Við höfum ekki upplifað slíkt í, ég veit ekki hversu langan tíma. Og svo strax eftir það hófst stríð í Evrópu, Rússland gegn Úkraínu. Við höfum ekki upplifað slíkt síðan aðra heimsstyrjöldina. Og svo eftir það hófst stríð á Miðausturlöndum milli Hamas og Ísrael. Svo það er þess virði að spyrja, hvað er það næsta sem við getum vænst? Ja, við skulum hefjast handa með að líta á fyrstu sýnina sem birtist hér í Daniel kafla 2. Þegar Jesús bað okkur að skilja það sem að Daniel spámaður hefur að segja. Lesandinn ætti að skilja það vel. Ja, við skulum hefjast handa með því að lesa saman í Daniel kafla 2, versi 28. Hér er konungurinn Nebúkadnesar búinn að fá draum. Daniel hefur fengið sama drauminn og þýðinguna með og hann kemur hér fram fyrir konunginn og segir þetta við hann. En á himnum er sá Guð sem opinberar leynda hluti og hann hefur nú boðað þér, Nebúkadnesar konungur, hvað verða mun á hinum síðustu dögum. Svo þessi sýn hefur framtíðina að gera og hún er alveg til síðustu daga og tíma sem við búum á. Og hver er svo þessi draumur? Vers 31 segir, Daniel talar, þú horfðir fram fyrir þig, konungur, og við þér blast risastórt líkneski. Líkneskið var feikistórt og stafaði að því skærum bjarm. Það var ógurlegt ásýndum, þar sem það stóð frammi fyrir þér. Takið nú eftir hvernig þetta líkneski leit út. Höfuð líkneskisins var úr skíragulli, brjóst og armleggir úr silfri, en kviður og leggir úr eir. Fótleggirnir úr járni, en fæturnir að hluta úr járni og að hluta úr leir. Svo hér sá Daniel og Nebúkadnesar í þessum draumi styttu, líkneski af manni með höfuð, arma, leggi, fætur. Og þessi fjórir hlutir, þessi fjórir líkamshlutar voru úr mismunandi málmum. Sá fyrsti var úr gulli, bringan,
armarnir voru úr silfri og svo hið næsta, kviðurinn var úr eir og svo fótleggirnir úr járni og svo fæturnir að hluta til úr járni og að hluta til úr leir. Daníel heldur svo áfram í versi 34. Meðan þú horfir á, losnaði steinn nokkur án þess að maður kæmi þar nærri. Hann lenti á fótum líkneskisins, gerður úr járni og leir og mölvaði þá. Svo steinn losnaði án þess að nokkur snerti hann og hann möldi þessa styttu svo ekkert varð eftir af henni. Nú fáum við svo að vita þýðinguna á þessum draumi. Vers 37 segir: Þú konungur ert konungur konunga og þér hefur Guð himnanna veitt konungsdóm, vald, mátt og tign. Þér hefur hann selt mennina á vald hvar sem þeir búa, dýr merkurinnar og fugla himinsins og látið þig drottna yfir þessu öllu. Þú ert gullhöfuðið. Svo Nebúkadnesar og ríki hans, Babylonía, er gullhöfuðið. Hér hefst þessi tímalína, ef hægt að segja það. Hún hefst á dögum Daníels og fyrsta ríkið er ríki Nebúkadnesars, Babylon. Og það ríkti 600 árum fyrir Krist. En Babylonía mun ekki endast að eilífu, taki eftir hvað kemur fram næst. Vers 39 segir: En eftir þinn dag mun hefjast upp annað konungsríki, valda minna en þitt. Og á eftir því þriðja ríkið, eirríkið, sem mun drottna yfir veröldinni allri. Þá mun magnast upp fjórða ríkið, sterkt sem járn. Járn sneiðir sundur og bryðjar alla aðra hluti. Og eins og járnríkið sneiðar sundur, eins mun þetta ríki brytja og sundurlima öll hin ríkin. Svo taki eftir því að eftir Nebúkadnesar og hans ríki munu rísa upp önnur ríki. Fyrsta verður valda minna en Babylonía var, en hið næsta mun taki yfir allri jörðinni. Og svo þegar það ríki hefur liðið undir lok, mun hefjast fjórða ríki og það mun sundurbrytja niður hin ríkin sem eftir voru og það mun gjörsamlega rústa hinum ríkjunum og taki yfir. Taki svo eftir því hvað mun gerast við þetta fjórða ríki. Fætur sáust og tær sem voru að hluta úr efni leirkerasmiðsins en að hluta úr járni. Það boðar að ríkið mun klofna. Það mun þó varðveitast að nokkru styrk járnsins, því að þú sást að leirinn var blandaður járni. Tærnar á fótunum voru að hluta úr járni og að hluta úr leir, og efni því verður það ríki öflugt að nokkru, en máttalítið að nokkru.
Tærnar á fótum voru að hluta úr járni og að hluta úr leir. Og eftir því verður það ríki öflugt að nokkru en máttlítið að nokkru. Þú sást að járnið var blandað í leirin. Það merkir að þú sást að járnið var blandað leirnum. Það merkir, og takið eftir þessu, að giftingar leiða til samrunar. Allt í lagi, svo Daníel útskýrir að fjórða ríkið mun ekki vera tekið yfir af öðru ríki, en það mun klofna og verða að vissu leyti veikt og vissu leyti sterkt. Og takið eftir hvað þessi mismunandi brot af fjórða ríkinu reyna svo að gera. Hann segir í versi 43, það merkir að giftingar leiða til samrunar en ekki til samlöngunar, fremur eins og járn og leir blandast saman. Svo rétt eins og járn og leir blandast ekki saman, sama hversu lengi þú reynir að hnoða og blanda því, þá munu þessi brot af fjórða ríkinu, þessi nýju ríki sem að komu upp úr fjórða ríkinu, þau munu reyna að sameinast á ný í gegnum giftingar. Konungur eins ríkisins giftist með drottningu annars ríkis og svo framvegis. En þrátt fyrir hversu mikið þau reyna að sameinast eins og þau voru upprunalega, þá munu þau aldrei ná einingu, rétt eins og fjórða ríkið var. Ekkert frekar en járn og leir. Og þá komum við að lokapunktinum sem á við okkur. Á dögum þessara konunga, þessa brota, mun Guð himnanna magnast upp ríki sem aldrei mun hrynja og ekki verða sett annarra þjóð í hendur. Það mun eyða öllum þessum ríkjum og gera þau að engu, en standa sjálft að eilífu. Það steinninn sem þú sást losna úr fjallinu án þess að nokkur manns hönd kæmi nær og mölvaði jafnt járn sem eir, leir, silfur og gull. Mikill sá Guð sem nú hefur birt konungum það sem í væntum er. Draumurinn sannur og ráðning hans ótvíræð. Svo þetta það sem við megum búast við í framtíðinni. Á dögum þessara konunga, þessara ríkja, sem að komu upp úr klofningu fjórða ríkisins, þegar þeirra konungsríki og ríki yfir höfuð hafa átt sinn dag, þá mun Guð koma og hann mun tortíma öllum þessum ríkjum, öllum þeim ríkjum sem nú ríkja á þessari jörð, og hann mun byggja sitt ríki í þeirra stað og það mun standa að eilífu. Þessu getum við vænt, en hvernig mun þetta gerast og hvað langt þangað til? Við munum kafa dýpra inn í það í næsta myndbandi. Þangað til, Guð blessi ykkur.